Njarðvíkingar hafa í gegnum tíðina geta státað sig af frábærum körfuboltamönnum og nokkrir af bestu leikmönnum landsins hafa einmitt alið manninn í Ljónagrefjunu í Njarðvík sem líklega þekktasta körfuboltahús á landinu. Logi Gunnarsson einn þessara kappa og hefur á löngum ferli sem nú nær yfir aldarfjórðung unnið stærstu titla sem keppt á Íslandi, leikið 147 landsleiki og verið atvinnumaður í meira en áratug. Hann ekki hættur í körfubolta þó að hann sé kominn á 50-aldurinn og gefur yngri mönnum ekkert eftir, þó hann leiki ekki lengur lykil hlutverk sem hann oftast hefur gert. Logi á ekki langt að sækja hæfileikana því Gunnar Þorvarðarsson, faðir hans, var í fyrsta Íslandsmeistaraliði Njarðvíkur árið 1981. Hann lék 69 landsleiki og var valinn besti leikmaður Íslandsmótsins það ár. Og það gerist fleira gott hjá Gunnari þetta ár. Ég fæddur 81 árið sem Njarðvík var Íslandsmeistari þarna í fyrsta skipti og en var náttúrulega lítill þá kannski til að fylgjast með honum, en ég man eftir honum að þjálfa á hliðarlínunni og þar held ég áhuginn á körfunni hafi komið, sko, klárlega. Og hvað, liggur leiðin svo bara í yngri flokkana hjá Njarðvík? Já, maður byrjaði í fótbolta og körfu á sama tíma og allir ég hafi ekki verið svona 7-8 ára gamall og bara, alla tíð verið Njarðvíkingur og spila með náttúrulega ákveðnum stoppum erlendis og svona, en frá því mann eftir mér þá var alltaf gaman í körfunni í Njarðvík og fótboltanum líka. Og hvenær hættir í fótbolta? Þurftir ekki að velja? Jú, það kom að því svona í kringum 13-14 ára að ég valdi körfuna. Þá var það bara út af ánægjunni, hún var aðeins skemmtilegra í körfu, en ég held að tengist því að þú ert í kringum hann mikið meira kannski út af fjölskyldutengslum og svona út af pappa og ég sé það sama kannski á mínum börnum að áhuga sviðið þarna út af því að þau eru mikið í kringum mig. Þannig að þetta svona spila saman held ég. Já. Og hefur það gerst saman hjá börnunum þínu, þú 3 börn? Já, öll samvel í körfu og byggu með mér náttúrulega erlendis lítil börn og fylgdu mér á alla þessa staði og landsleikina og þannig að þau hafa alist upp við þetta bara í kringum boltann. Og þess vegna held ég að það togi í þau, sko, þegar þau fara svo að velja sér eitthvað að gera. En hvernig gekk svo unga Loga í körfunni í yngri flokkunum? Já, ég held þetta hafi verið svona frekar náttúrulegt fyrir mér, þú veist, og þá kem ég aftur kannski að því ég þekkti þetta bara svo vel og hafði svona einhverja kannski meðfædda hæfileika þannig lagað, sko, ég var svolítið fljótur og svona langur sem hjálpar í körfunni, sko, og þannig að mér gekk bara alltaf nokkuð vel og var svolítið svona framalega í mínum árgang og við unnum reyndar enga titla í yngri flokkum en vorum svona framalega Njarðvíkurlið og en fyrsti titillinn kom í meistaraflokki, fyrsta árið okkar í meistaraflokki. En sem ungur maður, þú ert svo bara farin snemma utan eða ekki? Jú, ég spilaði 1 ár með Njarðvík í meistaraflokki 97-98 árið og fer svo bara beint út í menntaskóla til Bandaríkjanna. Og svona ætla að lifa þennan draum að fara í bandarískan menntaskóla og fara svo í háskóla og þannig að það var alltaf svona á planinu að fara út og spila í Bandaríkjunum. En það var ekki algengt að Íslendingar væri að fara í menntaskóla? Nei, við vorum nokkrir þarna á þessum tíma, ég og Jón Arnór Stefánsson og Örlygur Sturluson, við fórum allir á svipum tíma og þá var planið, sko, að festa sig í sessi í menntaskóla og fá þannig, sko, bara áhuga frá stórum eða frá háskólum í rauninni og það var svona planið að gera það og fara svo í háskóla. Það var svolítið svona góð leið á þessum tíma til þess að komast inn í góða skóla. En hvernig var svo veran í menntaskólanum? Bara rosalega skemmtilegt en auðvitað erfitt, þú veist, maður kemur 16-17 ára út og þarf að vera svolítið á eigin fótum. Búa inn á fjölskyldu sem maður náttúrulega hefur aldrei séð áður og allt þetta. Svona svipað á skiptin maður að gera. Og en bara góð reynsla, pottitt. En þið Ölli eru þarna miklu félagar á þessum tíma og svo fellur hann frá, þannig að þetta hafði það áhrif á þinn í rauninni feril eða? Já, þetta breytir svolítið mikið. Við, eins og þú segir, vorum góðir vinir og ólumst upp hérna saman í yngri flokkunum í Njarðvík og verðum einmitt Íslandsmeistarar saman í fyrsta sinn 1998. Við förum síðan báðir saman út og hann fer í annað fylki og ég í New Jersey í Bandaríkjunum, hann í Norður Karólínu og erum í góðu sambandi og hann kemur heim eftir fyrra árið, ég held áfram
og svo alltaf planið hjá mér að einhvern veginn að klára það en svo fellur hann frá hérna áramótin 2000 og ég þá kem í rauninni heim og bara eftir þetta ferli einhvern veginn, svona sorgarferli að missa vin sinn, þá var ég bara ekki tilbúinn að fara aftur út hérna og vera einn þar og ákvað þá bara að koma hérna heim og fer bara í skóla hér og spila með Njarðvíkurliðinu. Hvað tók svo við hjá þér? Ég spilaði í 2 ár hér með Njarðvík og gekk vel, við urðum Íslandsmeistarar í bæði skiptin. Þannig að svona ferillinn í meistaraflokki byrjaði mjög vel, ég vinn hérna 3 fyrstu árin. Já, þannig að þetta bara komið með 3 titla strax. Já, bara fyrstu 3 árunum og svo liggur leiðin til Þýskalands í atvinnumennsku. Það bara eftir þetta annað tímabil, ég held að ég hafi verið tvítugur þegar ég fer út til Þýskalands og verð þar alveg í 4 ár. Þannig að og svo áfram var ég einhver 10-11 ár í atvinnumennsku. Sjá þessa fánaði, maður skiptir félagi máli. Þú veist, leikmennin sem spila hérna, þeir sem koma hérna inn, mótherjar, sjá sigurhefðina og þú veist, maður sjálfur einhvern veginn kannski bara, já, svona, gefur manni sjálfstraust, bara hvað félagi mann sem búið að standa sig vel í gegnum áratugina og allt þetta og bara sagan hérna í húsinu, sko, er mikil. Pabbiðin hérna í fyrsta meistaraliði Njarðvíkur og það er svolítið skemmtilegt hvernig þetta tengist þér og þannig að þú manst eftir hérna, sem Polla manst eftir að vera að fylgjast með honum? Já. Ég fór með honum allar æfingar þegar hann þjálfaði og hann á allan þáttinn í því af hverju ég í körfubolta. Það bara staðreynd. Þú veist, ég í körfubolta út af honum og hann var svona mín fyrirmynd og skilurðu. Og ég bara smitaðist af þessum bolta, skilurðu, og þessari íþrótt í gegnum hann og það ekki aftur snúið eftir það. Ég hef verið svona ábyggilega 4 ára, 3-4 ára hérna eltast gólfið, hlaupum gólfið með bolta og svo gaman að því, sko, svo sér maður kynslóðirnar gera það nákvæmlega sama, þú veist, ég spilaði síðan með, þú veist, Frikka, Ragg og Teit og Frikki var með Elvar Friðriks hérna á gólfinu, pínulítinn 30 ára, svo spilaði ég með honum, svo ég kom með minn strák á gólfið hérna, þú veist, þetta svona ákveðin og það held ég þessi hefð með þessi sigurhefð og svona og byrja snemma í þessu og leyfa þessum unga einmitt að finna þessa sigur einhvern veginn hefð, skiptir máli. Horfðið þú einhvern veginn á hann? Nei, veistu, ég náði bara að horfa á hann þjálfa, sko. Ég náði hann ekki sjá hann spila, nema spólum bara. Ég var ung. Hvernig var hann? Hann var segukallinn. Teiti, þessi strákur tala eins og sé búinn að vera jafn lengi í boltanum með þú. Hann kann þetta allt saman. Af hverju er hann svona góður? Ég held að sé með dálítið að hæfileikum svona guðsgjöf líka, sko. Hann sé ekki bara búinn að hæfa sig svona vel. Hann náttúrulega með ofboðslegan hraða og snerpu og sterkar gaphreyfingar og er búinn að bæta sig mikið sem skotmaður seinna árin, en það har lagt áherslu á það. 3, trufla. Nú hérna verkfall hjá kennurum og ertu þá búinn að tjalda hérna í æfingasalnum? Já, maður verður að nota tímana meðan þetta verkfall mæti í salinn og lyfta og skjóta. Þannig að þú ert alveg svakalega góða formi. Já, ég verð að segja það. Ég í góða formi núna en ætla maður fá sér ekki vinnu síðan ef þetta verður eitthvað langt verkfall, því ekki að mamma fær ekki að vælum og maður hangi alltaf mikið heima en verður að fá mig vinnu, held ég. Og hvernig var að fara í atvinnumennsku? Þetta voru ekkert margir körfuboltamenn í atvinnumennsku. Ég meina, maður bara eftir Pétri Guðmundsssyni og svo eru þið þarna, eru þið næsta kynslóð? Já, kemur hérna smá kynslóð undan okkur, sko. Teitur fer út og fleiri, Falur Harðarmann fór út og fleiri, Hermann Hauksson, Gummi Braga. En svo einhvern veginn, okkar kynslóð var kannski þeir sem ætluðu sér eingöngu að vera atvinnumenn. Þú veist, það voru svo margir í okkar hóp að því við sáum kannski þá gera þetta sem voru aðeins eldri, að þá var þetta svona stefnan hjá rosa mörgum í minni kynslóð að vera atvinnumenn og þannig að þetta var rosalega bara lífsreynsla og draumur fyrir mig að geta spila íþróttir minna sem atvinnu og var náttúrulega frábært í öll þessi ára og yfir áratug sem ég spilaði út alla Evrópu. Hvað spilaðir í mörgum löndum? Ég spilaði í 4 ár í Þýskalandi, svo fer ég yfir til Finnlands í Helsingi, þaðan til Spánar í næstu 2 ár. Dóttir mín mitt fædd þar, svo elsta. Þaðan fer ég til, ég kem heim í 1 ár, fer svo til Frakklands, Svíþjóðar og aftur til Frakklands og svo heim. Þannig að þetta voru alveg 5 lönd. Það er mikið ferðalag og svona flakk, sko. Hvernig var munurinn þarna, veistu,
búin að vera í Njarðvík og 3 Íslandsmeistaratitlar út náttúrulega bara topp í körfuboltamaður á Íslandi og þekkir ekkert líka við annað en að vinna. Svo ertu komin í kannski meiri alvöru þarna, getum við sagt, út á atvinnum, þetta er vinna þín. Hvernig var það munurinn? Hvernig var sá munur fyrir þig? Það var rosalega hollt fyrir mig að fara út í svona þennan heim einhvern veginn. Ég var, eins og þú segir, var búið að ganga rosa vel, var í ákveðinu svona bublu hérna heima og leið vel og eins og segir var til veluna hér, sem bæði einstaklingsvelun og svo liðsvelun og svona þá fekk maður svolítið svona smá svona, hvað segir maður, bara fattaði maður að það var svo mikið stærra en bara Ísland og fekk að keppa þarna og spila með og móti bara heimsklassa leikmönnum í sömu liðum sem ég var í og það var mjög gaman. Eins til dæmis í efstu deild í Þýskalandi spilaði með mörgum góðum leikmönnum og þetta náttúrulega bætti maður rosalega þegar þú varst að æfa allan daginn, tvisvar á dag og allan ársins hring í rauninni. Þannig að það segir sig sjálft að þá nær maður framförum og það var eitthvað akkurat sem ég vildi sko, fara í þetta hærra level eins og maður segir. Náttúrulega miklu meiri samkeppni og þannig ert þú ekki, þegar þú mætir þarna ungu maður, þannig ert þú ekki besti gaurinn. Nei. En það fann maður fyrir því að það var ákveðið. Þannig bara margir, það er fullt af öðrum gaurum á svipuðum gæðum og þú, eða einhverju betri. Og þá fann maður svolítið alvöruna sko, þetta voru menn sem voru að berjast fyrir sko vinnunni sinni, þú veist, að þeir ætluðu að ná sér í góðan samning næst og það er eins gott að þeir stóðu sig og maður fann fyrir þessari svona samkeppni og pressu í rauninni. Ekki alveg Njarðvíkur andinn hérna. Nei, öðruvísi, mikið öðruvísi og þá fann maður svona veikleikana manns svolítið snögglega, sko. Ég sá að ég þurfti að bæta varnarleikinn minn og ég þurfti að gera ákveðna hluti öðruvísi en ég gerði hér og maður læriði bara á harðan máta, þú veist, þú spilaði bara ekkert mínútur ef þú varst ekki að standa í ákveðnum pörtum að leiknum, þannig að ég bara græddi mikið á þessu og einhvern veginn kom mér inn í þetta fljótlega og fékk sem betur fyrir stórt hlutverk fyrsta árið mitt og það svona hjálpaði mér svolítið og þá en svo lendir maður í lægðum inn á milli þar sem maður spila lítið og lendir í ýmsu meiðslum sem dæmi og ég hef sem betur fyrir verið frekar heppinn en lendi í stórum meiðslum í Þýskalandi 1 árið mitt. Var það erfiður tími? Já, það var erfitt. Ég var einmitt byrjaði sko að fara úr axlalið og lendi var frá í einhver tíma og kom aftur inn og þá fór ég aftur úr axlalið þannig að ég var svolítið að vesenast með sömu meiðslin heilt tímabil og þá datt maður líka bara aftur í goggunarröðinni sko. Leikmenn fóru fram með mig af því ég var ekki að spila og var bara meiddur og það tók mér svolítið tíma að komast aftur inn og allt næsta tímabil eftir þetta var til dæmis erfitt af því að þá var ég búinn að vera meiddur meira og minna seinni hlutan á tímabilinu á undan en það styrkti mann bara, þú veist, og maður vissi að þetta væri partur af þessu enda eru leikmenn að lenda í þessu í öllum íþróttum en ákveðin skóli að fara í gegnum þetta. Hversu mikilvægur og kannski erfiður andlegi þátturinn í þessu? Fyrir afreksmanni? Já, hann mögulega bara sá stærsti sko. Þú veist, þú getur verið rosalega fær á öllum sviðum en ef þú ert ekki með allt í lagi hugarfarslega þá ganga hlutinni ekki eins og þeir eiga að ganga sko. Þannig að maður fann það kannski þar þegar maður var í mikilli samkeppni og lenti í mótlæti hvað það skiptir máli að vera bara andlega tilbúinn og mögulega hafa þessi ár í Bandaríkjunum undirbúið mig svolítið undir það. Ég að vera einn þar og mögulega lendi í áfalli eins og ég lendi í með að missa besta vinn minn. Allt svona styrkir mann síðan seinna meir og ég var kannski tilbúnari fyrir vikið að hafa verið í Bandaríkjunum áður og fara svo í atvinnumennsku. Þannig að það var bara, eftir að hyggja bara hjálpaði mér. En þú ert búinn að spila marga landsleiki. Já. Hvernig er tilfinningi að klæðast íslenska búningnum og núna í seinni tíð það hefur eitthvað gengið miklu betur? Já, ég búinn að fara í gegnum allan skalann sko. Við erum teknir inn ungi menn, ég nefndi á hann Jón Arnór Stefánsson og fleiri erum teknir inn 18 ára gamlir inn í landslið sem mjög svona sérstakt að vera svona ungir og við erum allir í stórum hlutverkum. En mögulega hafði þetta það að segja að við seinna meir náðum síðan að taka körfuboltann á hærra plan og fara langt af því við höfum verið svo lengi saman og ég var í heil 18 ár í liðinu, alveg samfleitt. Þannig að þetta ótrúleg tilfinning að fá að spila fyrir fram fulla Laugardalshöll og tryggja okkur á stórmót tvisvar til dæmis þar í því húsi og fyrir framan uppselda Laugardalshöll og það var ekkert í myndinni þegar ég var að byrja
að það yrði einhvern veginn uppselt að horfa okkur spila körfubolta fyrir Ísland. Og að fara á stórmót tvisvar var náttúrulega eitthvað sem okkur óraði aldrei þegar við byrjuðum, sko. Íslendingar vanið því með handbolta sérstaklega, núna því kemur fótboltinn inn líka inn á svipum tíma, karfan að gera góða hluti líka? Já, þetta var rosalegur uppgangur á sama tíma, við vorum að held ég einu tímabúti með öll 3 stóru boltaíþróttirnar, eða 3 boltaíþróttirnar í stórmóti og það var rosa gaman að taka þátt á því og vera svona þessi kjarni sem hafi verið lengi í þessu og vorum þá svona miðjan á þessu öllu sem fóru með liðið þetta langt og bara ógleymanleg stundir og eitt af því sem stendur bara allra hæst held ég á mínu ferli þessi landsliðsár, sko. Og þú áttir þarna eftirminnilegan þrist, segðu aðeins frá því. Já, það var skemmtilegt. Auðvitað dreymir maður alltaf sem krakki að skora stóra körfur á stóra sviðinu en einhvern veginn hafði maður aldrei órað fyrir því að við varum á þessu sviði, sko, maður hafði hort þetta sjálfur í sjónvarpi bara og séð, þú veist, þessar stóru þjóðir í heiminum, Spán og Ítalíu og Þýskaland og þessar NBA stjörnur í rauninni vera með sínum landsliðum. En svo að fá að vera á gólfinu með þeim, sko, og hvað þá að skora svona stóra körfur, þú veist, ég átti marga góða leiki á þessu móti og einmitt þessi karfa sem þú talar er svona jöfnunarkarfa á loka mínútunni og loka sekúndunni á móti Tyrkjum sem var eitt af, held ég, topp 3-4 þjóð í heiminum á þessum tíma, sko. Þannig að það stendur upp úr líka, ég gleymi því aldrei. Einhver leikur, ef þú ferði yfir allar, hvað það margir landsleikir? Þetta eru tæplega 150, 147. Já. Þessi náttúrulega stendur upp úr, Tyrkjum. Já, en hann tapast í framlengingu sem svona aðeins gefur ekki eins, dregur aðeins niður, en ég myndi segja kannski þessi leikir sem við tryggðum okkur á stórmótin, sko, bæði leikur heima, reyndar fyrri leikurinn tapaðist sem við komum samt áfram að því við höfum spilað það vel í undirriðlunum en á seinna mótið 2017 þá vinnum við Belga heima sem stór þjóð í körfunni og það svona einn af landsleikjum sem standi upp úr náttúrulega, þessi stórmótsleikir þegar maður var fyrir framan í Þýskalandi, ég man að við spilum opnunarleikinn við Þjóðverja í Berlín þar sem Dirk Nowitzki var aðalkóngurinn, sko, einn besti körfuboltamaður allra tíma. Að þegar ég man að því ég var að hita upp, þá leit ég svona eftir gólfinu og sá að boltinn rúllaði í áttina á honum, sko, þá stoppaði hann með tánum og ég sá að þetta var hann, sko. Þá bara fattaði ég hvert maður var kominn, sko. Og að vera fyrir framan 18 eða 19.000 manns, sko, uppselt, þá svona, það var eiginlega toppurinn, fannst mér, á mínum landsliðsferli, myndi ég segja. Já, skemmtilegt. Þegar við förum svona yfir þinn körfubolta, hvað svona, þú varst að nefna veikleika á hann, ef ég myndi spyrja hver þinn svona helsti veikleiki og styrkleiki sem körfuboltamann? Já, það ýmislegt, sko, sem hægt að ræða kannski. Ég hef alltaf verið þannig leikmaður bara frá því ég var ungur að hafa auðvelt fyrir mig að skora. Þú veist, ég hef bara, það einhvern veginn í mér, ég hef verið bara skorari allt mitt líf og skotmaður og svona, það hefur verið auðveldara fyrir mér, en svo þegar maður er ungur þá maður kannski meira að hugsa það. En svo seinna meir, eins og því ég fór út í atvinnumennsku, þá fattaði ég náttúrulega að varnarleikurinn var jafn mikilvægari. Þannig að ég svona breytti leiknum mínum og varði eiginlega svona hálfgerður varnarmaður líka, sko, og sem rosalega gott að geta verið á báðum endum vallarins með sterkari mönnum. Þannig að upphafið var varnarleikurinn veikleiki en varð síðan að mínum styrkleika. En íþróttamaðurinn Logi Gunnarsson, þú er búinn að vera mjög lengi í þessu, þetta er náttúrulega mjög fátítt að mér finnst hálf leiðilegt að segja að maður á 50-aldri, maður stendur á 40, skulum við segja að það er skemmtilegra. Já, ég meina, þú er orðinn meira en 40, það er náttúrulega bara, afar sjaldgæft, ég held að það hafi ekki gerst í efstu deild áður. Nei, ég get alveg kannski tekið til það. Já, þannig að ég kannski langar að spyrja þig svona, hvernig hefur þú svona hagað þínu lífi til þess að ná því að vera að spila að hágjaða körfubolta 41 árs gamall ennþá og þarna þú ert að berjast við yngri menn sem gætu þess vegna verið sinni í þér. Hvernig hefur þú hagað þinni þjálfunni gegnum tíðina og í rauninni bara þínu lífi til þess að halda skroknum þetta góðum og annað til þess að geta það? Og höfðinu. Já, þetta er ákveðin kúnst. Þetta er svolítið stór spurning, en þetta er svona vekur gríðarlega athygli að leikmaður sé á þessum aldri að spila í efstu deild. Og bara eins og þú segir, ekkert margir held ég í sögunni bara í einhverjum boltaíþróttum náð svona mörgum. Íþróttum yfirleitt, mjög sjálfgefið.
Þannig að ég hef byrjaði snemma að búa mig til ákveðnar venjur. Þú veist, ég vissi að ég ætlaði að vera atvinnumaður. Ég gerði mér æfingarútínur bara snemma, þú veist, hvernig ég vildi æfa, hvers konar tækniæfingar ég gerði eftir hver einustu æfingu, hvers konar skottækni ég fór að æfa, þú veist, skotin mín eftir hver einustu æfingu. Ég bjó til ákveðnar venjur sem ég raunni hélt út alla mína atvinnumannaferil, reyndi að æfa oftast 2 á dag þó að ég þyrfti þess ekki, að því að mér langaði að halda þessu og langaði á þeim tíma náttúrulega að fara á hærra plan í hvert skipti sem ég var að spila með hinum og þessum liðum en svo einhvern veginn heldur það áfram þegar ég kem heim eftir atvinnumennsku að þetta bara leiðin sem ég kann, þú veist, að hugsa vel skrokkinn á mér, borða rétt og eins og segja æfa með ákveðið plan og ég svona búinn að finna formúluna bara hvernig hendar mér, þú veist, og svo þarf maður aðeins að hægja á sér þegar maður verður eldri, maður má ekki gera út af sig sko, en samt að halda sömu línu einhvern veginn. Þannig að ég svona búinn að bara finna út hvernig best að gera þetta og auðvitað hugafar rosa stór partur af þessu, þú veist, eins og þú segir að ég skulle vera að spila með liðinu sem var deildarmeistari og vera með stórt hlutverk eins og þú segir og það náttúrulega bara ákveðin gulrót líka sem ég fæ, sko, fyrir að leggja þetta á mig og það held ég sé ástæðan af hverju ég að þessu ennþá, að því að ég að fá borga tilbaka einhvern veginn frá íþróttinni, þú veist, að hafa gaman ennþá, fá að vera partur á góðu liði og bara spila með, þú veist, liðsfélögum mínum, þú veist, sem ég þykir vænt þetta eru félagar mínir og þannig að þetta svona mikið bland af þessu öllu held ég og ég einhvern veginn finnst einhvern veginn eins og ég geti bara haldið þessu áfram, auðvitað kemur að þessu skiluru og ég finn alveg, það alveg svona, maður finnur fyrir þreytu hér og þar sem maður fann ekki fyrir nokkrum árum en já, ég held ég sé búin að mastera þetta svolítið, hvernig maður á að gera þetta til þess að vera aðeins lengur í þessu. Það sko í körfubolta og að skjóta boltanum svo mikilvægt að skjóta í einni hreyfingu, þú veist, að vera ekki það eru margir skotmenn sem hoppa og á efsta punkti stoppa pínulítið og sleppa honum svo, kannski á leiðinni pínulítið niður, þá einhvern veginn krafturinn farinn. Að ég man eftir því bara sem ungur maður að ég skaut svolítið mikið þannig en leið og ég fór að nota lappirnar í sömu hreyfingu og sleppa honum allt í svona einu motion eins og maður segir einni hreyfingu, þá fór þetta einhvern veginn að virka þannig að það mjög mikilvægt að þú sért ekki að hoppa og leiðinni niður sért að sleppa honum heldur þetta svolítið svona tímapunkturinn sem þú lætur boltan fljúga sko. Mér finnst þið eiga svo auðvelt með þetta á svona löngu færi. Þetta endurtekningar dæmi. Þetta svo mikil endurtekning. Þú veist að til dæmis bara hlaupa undan körfunni og fleygi ferð hérna út fyrir þryggjastalínuna og grípa hann og þurfa að snúa sér í rauninni áður en ég fæ boltan svo ég þurfi ekki að grípa hann og fara svo að snúa mér. Þá þetta ákveðin kunst að fótavinna að geta verið búinn að snúa sér, fá hann og beint upp í skotið í rauninni og þá varnarmaðurinn ekki kominn sko. Þannig að þetta rosalega mikið og þetta þarf að endurtaka aftur og aftur og aftur og þetta var ég að tala þessi rútína sem ég bjó mig til bara sem ungur maður. Þetta ég ennþá að gera í dag, orðinn þetta gamall, að ég verð að klára ákveðin fjölda skotum áður ég fer heim og stundum halda þér hérna yngri leikmenn að ég sé eitthvað bilaður sko. Þú veist, þá erum við búin að æfa kannski í 2 tíma, 1,5 tíma og ég alveg búinn á því og þeir líka og ég einhvern veginn þrjóskast við að gera þessa rútínu að því ég veit einhvern veginn að ég þarf að gera. Auðvitað þetta orðið smá hjátrú líka en svo þessar endurtekningar bara lykillinn að vera góður í einhverju, hverju sem að gera þetta aftur og aftur þangað til þú ferð bara ógeð sko. Þú veist, það bara þannig. Ég yrði ósáttur með sjálfa mig ef ég myndi ekki eyða tíma í þetta svona því að svo fæ ég kannski skot sem þarf að hitta til þess að vinna leikinn og þá myndi ég sjá eftir að hafa ekki farið svona ítarlega í þetta eftir hvern einustu æfingu skilur. Þannig að þetta allt vinnusemi og einhvern veginn svona rútína sem maður þarf að halda í því að ég get ekki bara allt í einu tekið boltan á skotið honum alltaf til að hitta honum ef ég æfi þetta ekki skilur. Þannig að ég segi þetta við unga menn, mundu bara, þú getur ekki ætlað til þess að hitta ef þú æfir þetta ekki ekstra, skilur. Æfingi skapar meistara? Já, það bara ekkert flókið. Það bara þannig? Já. Atvinnumaður og svona mikill íþróttamaður eins og þú, getur hann verið góður fjölskyldumaður? Þetta ekki oft erfitt fyrir fjölskylduna? Auðvitað þetta það, maður lengi frá, en þegar út atvinnumaður þá ertu bara að gera þetta, þannig að í rauninni fékk ég meiri tíma með börnunum mínum erlendis heldur en ef ég hefði verið hérna heima í 8-5 vinnu og farið svo á æfingu. Ég fór með börnin mín í leikskóla á morgnana, fór svo á æfingu, náði í þau af leikskólanum og fór svo eina æfingu í viðbót. Þannig að í rauninni gerði atvinnumaðurinn minn að meiri fjölskyldumanni heldur en ef ég hefði verið hér heima allan tíman. Kostur við atvinnumennsku? Já, það einmitt þessi kostur sem ég nefni alltaf þegar ég spurður hvað fékkstu mest út úr atvinnumennskunni. Það tíminn sem ég fékk með börnunum minn.
þegar þau voru pínulítil og og við byggum út í Svíþjóð og þau voru í leikskóla þar og í Frakklandi líka, 2 af þeim sko, svo yngst fædd hér heima. Þannig að það eiginlega svona það helsta sem ég tek út úr atvinnumennskunni þessi tími sko. Ekki bara ógeðslega erfitt að vera konan hans, svona mikils íþróttamanns. Þetta náttúrulega aðal gæinn í fjölskyldunni, það ekki? Jú. Nei, það ekkert erfitt. Nei. En það alveg málið að hún styður mig í þessu og þess vegna ég svona lengi í þessu. Þú veist, það náttúrulega, gerist ofta að menn hætta að því að þetta bara tekur of mikið tíma frá öllum en ég kannski naut góðs að því líka bara við vorum úti saman í atvinnumennskunni lengi og hún hefur bara sagt við mig ef ég vil gera þetta þá styður hún mig í þessu og mjög þakkláttur fyrir það. En hefur þú sjálf mikið áhuga á körfubolta? Ég sé að þú ert í körfuboltaból. Já, við fórum alltaf Boston-leik daginn. Já, eða þú veist, mér finnst alveg gaman að horfa á bæði körfubolta og fótbolta. Og ferðu að leiki með honum? Já. Og ég var enda sjálf í blaki þegar ég var yngri, þannig kynntist við. Já, við kynntumst á smáþjóðleikum. Hún var í landsliðskonu í blaki og ég í körfunni, þannig byrjaði allt. Þannig að maður bara svona, ég í íþrótta- og heilsufræði í Háskóla Íslands og þar bara kynnist í öllum íþróttum, þannig að bara eitthvað sem ég... Þetta eins eðlilegt fyrir þér og hvað annað, já. Svo fylgjum við náttúrulega krökkunum alla leiki í körfunni, þannig að við erum í þessu alla dag. Já. Við erum hérna í Ljónagryfjunni. Þetta svona eiginlega þekktasta körfuboltahús, eitt þekktast á Íslandi sennilega. Já. Það bara þannig. Parketti hérna alla tíð sem allir eru ánægðir með og þetta eru hérna eldgamlir áhorfendapallar, gamaldags. Þetta ekki nútímalegt, það ekki sæti. En það stemmingin í húsinu. Þetta rosalega, það einhver ákveðin stemming sem myndast hérna sem fæst bara ekki neins staðar í íslenskum íþróttum, held ég. Það eru ófá leikirnir sem að mann eftir að við erum kannski undir 15-20 stigum bara í seinni hálfleik en það kemur eitthvað kraftur bara úr stúkunni sem ýtir okkur áfram og við bara vinnum leikinn einhvern veginn með einhverju ótrúlegu áhlaupi. Og það held ég bara húsið og stemmingin og einhvern veginn áran yfir húsinu hjálpi þó maður kannski maður trúir því einhvern veginn. Þú vonast náttúrulega eftir því að geta upplifað það að enda kannski ferilni hérna með stóra Íslandsbikarinn á lofti. Já, þetta síðasta tímabili í Ljónagryfjunni sem fer á stað í vetur. Já. Og það ekkert annað en að það verður að skipta um hús. Það verður að skipta um hús. Já. Þannig að ég hef alltaf sagt það sko að síðasta tímabil átti að vera núna, svo var eitthvað seinkun og svona, þannig að ég neyddist til þess að spila aftur sko. Svona í gríni sko að ég verði að klára með húsinu. Kannski klára ferilinn með húsinu, en svo veit maður ekki. Kannski vil ég spila 1 í 9. Já. Hvernig líst þér á að fara í nýtt hús? Nýja Ljónagryfju? Já, það skiptir bara máli að við erum búin að vera við ekki góðar aðstæður í mörg ár. Upp á æfingar og körfurnar hérna inn ekki margar og lítið æfingapláss. Og ég held að klúbburinn, bara félagið í heild, ef þetta að stækka mikið við þetta. Þú veist, fleiri iðkendur og bara betri aðstæður náttúrulega fyrir alla leiki og svona.